Hérna erum við með þær tvær stöllur Jakobínu Hjörvarsdóttir sem var að spila sinn fyrsta byrjunarliðsleik í efstu deild og Maríu Katarínu Ólafsdóttir Gross, hún var að skora sitt fyrsta mark í Pepsi-deild. Hvernig er tilfinningin ef við byrjum á þeirri Jakobínu? Hvernig er tilfinningin að vera í byrjunarliði? Hún er bara geggjuð og það er gaman að fá að byrja og fá fleiri mínútur. Þetta er bara ógeðslega gaman. Það er ekki hægt að gera líkt skemmtilegra. Er það ekki að sama hjá þér? Jú, algjörlega. Stebbi, það voru allir að spá eitthvað svona miður til okkar fyrir hennar leik, vængbrót til og bla 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 bla. Svo komum við bara á slátur í leiknum. Já, það er bara mikilvægt að vera alltaf með góða liðsheild og við gerum það svo sannarlega í dag. Við vorum bara eitt lið og gerum þetta saman. Þið gerum bara það sem þurft að gera, það er að skora mörk og komum við fyrir að skoruð hjá okkur. Við fengum reyndar eitt á okkur. Já, við bara mistum aldrei trúna og við þurfum alltaf að halda áfram og hafa trú. Áttu við vonaði svona í upphæfileiks, áttu við vonaði að það yrði svona stór sigur? Nei, ekki alveg, en þú veist, maður hafði náttúrulega alltaf trú og ég heldur bara alltaf áfram. Og trúin flytti fjöll? Já, við áttum þetta algjörlega skilið. En svo er það stórleikurinn í næstu umferð, Breiðablik, þannig að þetta hlýtur að gefa ykkur byrjundi báða vængi og bara trú á því að hversu góðar þið eru? Já, algjörlega. Við þurfum bara að halda áfram og halda hausnum uppi og hafa trú. Þetta er góð lokar. Gangið vel, Steppur. Takk fyrir. Þú ert snillingar maður, ha? Það er gott hjá Donna. Já. Takk.